Komið sæl og verið velkomin að Rauðaborðinu. Ég heiti Oddný Eir og til mín komin góður gestur utan að landi sem í bæjarferð og samþykkti að koma hérna að Rauðaborðinu nota ferðina. Við notum alltaf ferðina ef maður út á landi eða fer út á land. Það Sigurður Eyjólfur Sigurjónsson. Velkomin. Takk fyrir. Ég get nú bara titlað í rithöfund að þessu tilefni og annars ertu íþrótta- og æskulýðsfulltrúi í Skaftárhreppi. Alinn upp í Pétursey í Mýrdalum, dásalegum stað. Algjörlega. Og varst að gefa út þessa bók sem ansi mögnuð og dálítið einstæmi, myndi ég segja, að svo ungur maður gefi út bara eins og hálfgerða kennslubók eða sjálfshjálparbók og svona einhvers konar sjálfsæfisögu. Þessi bók heitir Ég ekki fullkomin og kannski við getum séð hana hér. Höfundur 25 ára gamall og hvað kom til að þú ákvaðst að getur sagt okkur kannski bara aðeins frá bókinni. Ég náttúrulega búin að lesa hana en mér til sálu hjálpar og mæli með henni fyrir foreldra og fyrir ungt fólk og bara eiginlega alla. En hvað komst til að þú ákvaðst að segja þína sögu? Já, það var kannski það að þegar ég var að upplifa mína erfiðustu tíma að þá svona ég upplifði svona einmanaleika og fannst einhvern veginn að ég gæti ekki spegla mig í neinum, það væri enginn að glíma við eitthvað svipað og ég. Og og ég uppgötaði það þegar ég var í 10. bekk að ég var svona nokkuð góður penni. Það var búið að segja mér það oft en svo var það sem sagt þegar ég opnaði mig fyrst í 10. bekk að þá sá ég svona hvað ég ætti auðvelt með að skrifa. Og ég hugsaði það að við hjálpað í þessu bataferli að sem sagt hversu auðvelt ég á með að koma tilfinningum í orð. Og með þessari bók ég náttúrulega að setja fram raunverulega sögu af einhverjum sem hefur raunverulega lent í þessu. Og mitt allavega sjónarhorn á þetta það að það til voða mikið af bara flottum greinum frá fagfólki. En kannski vantaði svolítið svona þessa persónulegu nálgun á þetta. Og ég vona bara innilega að það geti einhver speglað sig í þessari sögu og þetta eftir að hjálpa ykkur sko. Ég vona það bara innilega. Já, það sem þú gerir líka að þú segir þessa sögu af einmitt því hvernig kvíðinn smám saman fer svona eins og að reyna að taka yfir eða þannig, eða þú leyfir einhvern veginn kvíðanum eða kvíðin, hvernig sem orðum það nú. Já. Allavega verður kvíðinn lamandi og þú ert svona farin að eiginlega hika við að taka þátt í einmitt skóla, viðburðum og ferðum og svoleiðis. Og svo færðu hjálp og það raunverulega aðalega með því að segja þína sögu, með einmitt skrifum í bloggi, tala við þína nánustu og að tjá þig við sálfræðingar og fagfólk. Þetta svona vinnur allt saman. Jú, og rauninni sko fer ekkert kannski bara eins og með alla aðra erfiðleika að rauninni það fer ekkert gott að gerast eða hlutinni fari ekki rétt átt fyrir maður byrjar að fara rót vandans og tala um tilfinningar, hvernig mann líður. Og út frá því svo hægt að vinna sig í rétt átt sko. En ég kannski glímdi við það hana fyrst sko þegar ég 12 ára þegar ég rauninni bara mamma mín spyrir mig sko, þetta kvíði sem þú ert að glíma við og ég bara skildi ekki innihaldið. Skildi ekki innihaldið í hvað þýðir kvíði, heyrt orðið en vissi ekki hvað það þýddi. Og það eru alls konar svona hugtök í þessari sögu sko, líka eins og fullkomnunarárótta. Það til dæmis eitthvað annað sem að ég skildi bara engan veginn en skil svo vel í dag og minn kvíði rauninni voða mikið byggist á fullkomnunaráróttu. Þannig að það margt svona það er svo margt sem að með útgáfu bókarinnar sem að ég svona var hugsað tilbaka og veltur upp alls konar ástæðum hvers vegna fór þetta svona. En það er engin ein ástæða fyrir því, einhvern veginn bara margþættar ástæður sem koma til. Já, þú ferði mitt yfir það. Það eru bara nokkur svona, einhvern tíma verður of mikið af
Flækjum. já, og þá ferðu, en svo setur þú bókinu upp nefnilega, hún ekki svona í flækju bókin, sko, maður skilur flækjuna, en hins vegar bókin eitthvað svo, meira svona eins og leikur, að þú eiginlega setur hann upp sem svona, lýsir fyrir manni þessum þrautum eiginlega, og það sem fallegt að sumar eru virkilegar þrautir eins og að tala á mannamótum eða eitthvað erfitt, sko, en sumt eru minni þrautir, og þá skynja maður einmitt eðli kvíðans, sko, hvernig hann virkar, og þú ert raunverulega svona hálfgerði samræðu við kvíðan í þessari bók sem ég veit vera mjög skemmtilegt. Já, þetta náttúrulega algjörlega á dýptina, maður fer alveg bara segja frá þessu nákvæmlega eins og þetta og svolítið bara sumt að þessu eitthvað sem maður kannski skammaði sín fyrir á sínum tíma, en maður bara svo opinn í dag og tilbúin til að tala þetta, og mér finnst í rauninni ekkert mála að segja frá þessu núna, ég er svo tilbúin til þess, sko. Og hefurðu fundið nú þegar að það hjálpi einhverjum bara það vita að þú hafir svo skrifað þessa bók, að það sé svona einhvern veginn bara. Já, í rauninni bara áður bókin kom út, sko, bara þegar fólk vissi hvað ég var að fara að skrifa og ég væri 25 ára, að þá var þetta svona strax eitthvað sem að fekk fólk til að staldra við og skoða, sko. Þannig að bara ég fekk til dæmis bara viku áður en að ég var með mína fyrstu kynningu, að þá fekk ég skilaboð frá föður dreng sem var búinn að glíma við kvíða í mörg ár og vildi endilega komast að geta lesið bókina, sko. Þannig að bara svona, þetta sagði mér ég væri að gera eitthvað rétt, sko. Já. Þetta væri að fara að virka. Þú ert raunverulega svona að safna saman aðferðum sem þér hafa verið kenndar svona nokkur aðferðir eða gefin verkfæri eða svo leiðis. En þú ert aldrei búin að móða saman sjálfur úr þínu reynslubanka nú þegar. Þú ert að gefa okkur svolítið verkfærakistu, sko, sem líka það sem ég veit svolítið ánægulegt hvaða að mörgulegt einfalt. Þetta svona að skora, að fara út fyrir þægindaramman og skora á hólm, það ekki? Jú, og í rauninni, sko, þetta bara eins og með markmiðin, maður þarf að setja sér raunhæf markmið, og þegar maður að byrja að fara út fyrir þægindaramman, þá oft voða freistandi að ætla sér of, maður gerir jafnvel of mikið, þannig að maður þarf svolítið að passa þessa línu, sko, að skrefið út fyrir ramman sé raunhæft, svo farir ekki aftur í, sko, öfuga átt. Já. En eins og ég í dag, sko, ég rauninni bara lifi fyrir það að fara út fyrir þægindaramman, sko. Já. Þannig að Getur það farið svona, heldur þú bara of langt í þá átt, að vera bara algjörlega út fyrir þennan ramma? Ég hugsa bara, ég sé svo meðvitaður einhvern veginn hvað ég get, mín líðan, hvernig mér líður, og þess vegna ég ekki að lenda á neinum múrum eins og gerist áður, sko. Ég ekki að falla í þessu gryfjur. Þannig að ég held að þetta sé bara reynsla og maður búin að læra á hvernig þetta virkar og maður fljótur að vinna sig upp ef maður lendir í ykkur. Já, ég ætla að segja það einmitt. Það náttúrulega í öllum bata þá það þessi möguleiki að á bakslaginu og svoleiðis. En þín leiðir fyrst og fremst þá að þú ert þetta með þessar innri raddir eiginlega, þú ert að setja fram í bókinni, þannig að þú eiginlega setur á stað samtal í sjálfum þér, en þú mælir svo innilega með þessari samræðu við aðra, það ekki? Jú, algjörlega og meira varðandi, sko, eins og þægindaramman, stundum ég bara svo komið fram, sko, ég get alveg strögglað ennþá, sko, bara þó að allt virðist rosa frábært og flott og búin að gefa út bók og gengur vel og allt að koma ennþá erfiðir dagar, en það bara svona einhvers konar sjálfstal sem maður beitir, stundum tala maður einlega bara uppátt. Maður kannski eitthvað svona þungur á mótnana eða eitthvað, þá það bara Siggi, come on, rífðu þig í gang, þú veist alveg hvað það er til, sko. En sko, þú tala líka fallega vináttuna, þarna, hvað skiptir máli að þegar þér kannski leið sem verst og varst í sveitinni, sko, og þurftir að taka, hvað ekki skólabíll sem þú þurftir að taka í, til Víkur. Og þessi svona tilfinning var það ekki þegar að kemur vinur í heimsókn? Jú, það einmitt kannski svolítið, ég fekk einmitt þessa spurningu á einni af kynningunum sem ég er búin að vera með eftir að bókin kom út.
sem sagt, varstu aldrei fyrir einelti? Og einmitt bara mjög góð spurning og því að ég svo sem svara því ekki beint inn í bókinni en svarið við því er nei, ég var aldrei fyrir einelti og í rauninni það sem gerðist var það að náttúrulega þegar maður hættir að mæta í skólan og umgangast vini sína þá ósjálfrátt náttúrulega svona slitna tengingarnar og þetta verður ekki alveg eins svona náið og á þessum tíma upplifði ég sem svo að ég skipti einhvern veginn engu máli og það verði enginn að spá í mér og þarna er þessi saga sem þú vitnar í bókinni, þarna er komin föstudagur og ég var ekkert búinn að mæta í skólan þessa viku og þá er hringt heim og þá er það mamma vina míns og spyr hvort það megi koma í heimsókn og ég rauninni var ekkert búinn að segja honum að ég myndi setjast að sögu í bókina og ég er reyndar ekki búinn að spyrja hann að því hvort hann muni eftir þessu sko en þetta er svo sem kannski smáatriði í sögunni en samt bara sýnir fram á það hvað þetta skiptir mig miklu máli og og bara þú veist hvernig við nálgumst þá sem eru að glíma við svona andleg veikindi þú veist það er kannski ég fekk þessa spurningu einmitt bara á einni af kynningunum sko hvernig nálgast maður einhvern sem er kvíðinn í fyrsta lagi áttu alls ekki að vera ítinn en það þarf samt svona auðvitað skilja það á einhverjum tímapunkti þarf maður svona aðeins að íta einhvað en það er mjög vant með farið en þetta snýst fyrst og fremst bara umhyggju, áhuga og bara sýna að maður sé til staðar sko og í þessu tilfelli skipti það mjög rosalegu máli að því að mér fannst ég einhvern veginn vera svo einn og mér fannst enginn vera að hugsa til mín en svo kemur þessi í heimsókn og hann var ekkert að gera það til þess að eiginlega sýna samhug eða svoleiðis, hann vissi ekkert kannski hvaða hlutverk hann var að leika, kannski stórt hlutverk í þínu lífi. Nei, og svo líka svona spurningar sem að vakna hjá mér núna eftir að bókin kom út hreinlega og þegar rauninni krakkarnir sem ég var með í skóla eru farin að fá núna bara þessa hlið sem að þau rauninni þekkti ekki áður, ég var bara lokað á þetta áður að sko ég náttúrulega setja þessa bók fram til þess að fræða sem fræðsluefni og þetta snýst ekki bara þá sem eru að glíma við kvíða, heldur snýst þetta líka að þeir sem að eru að umgangast þá reynilega skilji hvað er að gerast. Já, það er eiginlega mjög góður góð afstæða til líka bara að skrifa og svona bóka, þetta er einmitt ekki, það er að gera að segja fólki sem að bara, sem flestum að lesa svona bók, af því það er, eins og þú segir, vináttan skiptir svo miklu máli og skilningurinn og þessi vinur þinn ringdi eða móður hans og spurði hvort hann mætti koma í heimsókn og hann kemur til þín og það er bara það að hann skuli teygja sig eftir tengslum þegar þú upplifir að þú væri algjörlega tengslalaus og svona einn sko það er ekki beinleinis hvað hann gerir sko þú veist í heimsókninni eða hvað. Nei, heldur þetta snýst þetta bara það að þú veist hann kom og og bara þú veist maður þurfti bara að finna að maður skipti máli. Já. Það er einhvern veginn svona, eins og ég segi, það var mjög erfitt félagslega og við erum bara þannig, við erum bara manneskjur og við þurfum félagslega tengsl og og ég sjálfur sér líka rosalega þakkláttur fyrir það að eiga gott fólk í kringum mig á þessum tíma af því að þegar maður gat ekki leita til vinanna eða einhvern veginn bara var í þannig stöðu að maður treysti sér ekki til þess að þá náttúrulega geta leita til ömmu og afa og sem að voru bara allt í kringum mig sjálfur sér. Já, þú átt gott fólk að þér geti vottað sannarlega. Já. Einstakt fólk og það er kannski, það er náttúrulega ekkert allir sem eiga bara aðstandendur svo nána sko, þannig að það er þá kannski þess að heldur mikilvægt þessi svona áminning hjá þér til bara kannski krakka í skóla, er það ekki vera vakandi fyrir því ef einhver er einn eða hvað myndir þú svona ráðleggja fólki sem kannski skilur ekki kvíði eins og þú gerir upp og veist ekki hvað kvíði er en hvernig leggur þú þig eftir því ef þú sérð eitthvað sem heldur þessi kvíðin að svona mynda tengsl á einhvern hátt eða? Já, ég er náttúrulega bara að því að maður upplifa þetta sjálfur og maður veit allavega svona þykist vita hvað þetta snýst
þá auðvitað leggur maður áherslu á það að maður svona sér og upplifir að einhverjir í vanda staddur að taka bara spjallið sko. Og þú veist, það er ekki endilega alltaf að snúast bara hvernig líður þér, þú veist, það er ekki endilega að spyrja því, heldur bara, þú veist, að spjalla daginn og veginn og bara, þú veist, finna að, eins og ég segi svo oft, að maður skiptir máli. En er það þannig að fólk verður einhvern veginn vandræðalegt yfir því ef það sér einhver svona dregur sig aðeins út eða einhver í vandræðum, þá verður fólk yfirleitt svona, við erum svo mikið hópdýr, vandræðalegt yfir því og finnst það að þurfa að koma nálgast með einhverjum ákveðnum eða tilteknum hætti og þurfa að kunna það og vita það. Sko, þannig að það er oft einhver algjör vandræðagangur sem að svona spólast upp. Þannig að þú kannski, mann finnst eins og að lesa þessa bók að það sé málið bara líka rjúfa þann þægindaramma, að vera bara í hópnum bara að eiginlega hvatning kannski til okkur allra. Því það er ákveðin kvíði, svona félagslegu kvíði hjá hópnum að finnast fólk ekki kunna að umgangast þá sem líður illa. Algjörlega. Þannig að þar þarf bara einmitt að rjúfa vítahringinn og bara fara og segja eitthvað. Þú veist, að segja eitthvað er betra en ekkert. Já. Já, kannski ekki segja eitthvað ljótt, en... Já, akkurat. En finnst þér ekki að foreldrar þínir hefðu átt að þú segir að má ekki vera með ýtni og svona hefðu ekki skóla yfirvöld eða foreldrar þínir einhverjir, ef þeir hefðu átt að sig kannski á því fyrir að þetta var kvíði, hefðu þeir fyrst að þínum mati kannski, án þess að þú sért að dæma, sko, átt að ýta við þér? Eða var það ýtni? Það er svo erfitt að meta svona, hvað ég segja, aftur í tíman. Þú veist, þetta er auðvitað rosalega svona fín lína varandi það, þú veist, hvernig þú átt að nálgast þetta sko og hversu ítinn þú átt að vera en það má heldur ekki vera þannig að það sé einhvern veginn bara allt svolítið já og amen, látið eftir þið sko að þú fóður að stjórna þér algjörlega og þú verður að fá einhverju áskoranir út í daginn sko til þess að þú náir einhverjum framförum. Þú talar svolítið jólin. Já. Svona, maður skilur þetta bara, það er mjög mörg börn sem að, ég verð að segja bara fara frekar illa út úr jólunum, ekki þá gjafalega séð það svoleiðis heldur, þetta er svo mikill svona hápunktur sem er byggður upp strax á haustin, eins og þú lýsir því að þú byrjaði bara að hlakka til jólana einhvern veginn og bjóst til svona gulrót eða þannig. Já. Og síðan kom þessi tími eftir jólin sem var þá svo mikið spennufall og ávísun og svona á vanlíðan. En þú talar, ég hjó eftir því sko að mín hugmynd er eiginlega á hverjum jólum bara, akkur erum við að búa til svona einhverja spennupunta, þú veist, væri ekki betur einhvern veginn að sleppa því bara og hafa svona minna umstang og vera ekki að spenna þetta upp, en mér finnst þess að þú sért að segja að það er jákvætt að hafa eitthvað til að hlakka til og... Já, það er náttúrulega bara sem hélt mér gangandi sko á sínum tíma, að það er náttúrulega frábært áhugamáli, náttúrulega mikið fyrir íþróttir og fylgjast með liðunum sínum, spila til dæmis bara í enska boltanum, alltaf helgar, að geta átt það alltaf inni sko og já, það er bara eins og ég segi, bara algjörlega og lífsnauðsynlegt að eiga gott áhugamál á þessum tíma sko og eins bara varandi svona já, það litla félagslíf þannig sem ég stundaði á þessum tíma var eiginlega helst að mæta fótboltaæfingar sko þannig að að hlakka til einhvers er bara lífsnauðsynlegt. Þannig að þá, já, ekki bara til jólana sko, ekki eitthvað svona... Nei, bara almennt sko. Já, þú þarft eiginlega að búa svona inn í þínu lífi til svona lítið, alls konar eitthvað sem að þér finnst vera skemmtilegt. Já. En það er náttúrulega kannski stundum í miklum kvíða, þá kannski byrjar það svolítið að fenna yfir hvað það er skemmtilegt. Já, ég er svo sem kannski tengi ekki kannski beint við það sko, það er einhvern veginn. Nei, það er kannski meira hvað þá kom út í þungliði, ég er nú ekki fagmanniski, ég ætla ekki að segja. En segðu mér þá eitt, það er svolítið talað núna skólakerfið og að það sé að skólakerfið, það sé eitthvað að svona í skólum og þessar eineltis, til dæmis eineltis, hvað heitir það, aðgerðir eða
áætlanir, að það stundu bara virki ekki vel og það ekki bara þá einmitt eineltið heldur. Það eru margir sem segja að það vanti bara einhver svona samræðu í skólakerfið. Þú veist, það sé svo mikil áherslu á að læra eitthvað og klára eitthvað námsefni, en þessi svona samræða tilfinningar og líðan og bara skoðanir og skoðanaskipti, það vanti, myndir þú taka undir slíkar pælingar? Já, og það náttúrulega líka eina af ástæðunum fyrir ég fór á stað í þetta verkefni að skrifa þessa bók og kynna þetta það að ég minnist þess ekki að hafa fengið neina fræðslu kvíða inn í grunnskóla sem dæmi, sko. Nei. Og eins og ég sagði áðan að þetta snýst ekki bara þá sem að glíma við þetta, heldur þetta náttúrulega líka þá sem kunni ekki að nálgast þá sem að glíma við þetta. Þannig að ég held að það sé mjög nauðsynlegt og þetta bara kvíði almennt, þetta mjög algengt inn í skólunum og ég hlakka mér mikið til að geta farið inn í skólana, það ég ætla að byrja á því frá með næsta hausti. Já, og ertu búin að bjóða fram aðstoðina eða svoleiðis? Já, í rauninni þessar kynningar sem ég er búin að vera með núna í vor rauninni snúast það að móta hugmyndina, hvernig ég á nálgast verkefnið, hvernig ég á að koma fram í skólanum og tala þetta. Þannig að ég hlakka mikið til þess og búin að fá margar góðar hugmyndir til að vinna úr, eiginlega offrambóða hugmyndum sem bara lúxusvandamál. Og þú heldur að skólarnir séu svona all land, jafnvel séu bara opnir fyrir þessari fræðslu? Já, ég heyri ekki annað og á þessum stöðum sem ég er búin að fara á að það er mjög ánægjulegt að hitta fólk úr skólakerfinu og ég mitt ferðinni sem ég fór í daginn að austur og norður að það voru einum fyrirlesturinn þar sem að einn kennari vildi bara fá mig daginn eftir inn í bekkinn sinn að ræða þetta, sko. Já. Þannig að... Og gastu gert það? Fórstu daginn? Nei, ég hafði því miður ekki tök á því. Nei. Þannig að ég mæti hress næsta haust. Já, en þú fannst að það var áhugi og það sannarlega þörf á því, sko? Já, algjörlega. Það bara, út úr öllum þeim kynningum sem ég er búin að vera með, þá það bara algjört samdóma álit, sko, að þetta sé eitthvað sem að þörfur á. Þannig að það, eins og þú segir, það hefur, í gegnum allt þitt nám, þá hefur aldrei verið talað hefur aldrei verið talað tilfinningar og erfiðar tilfinningar? Bara almennt tilfinningar, held ég. Og líðan, bara hvernig fólki líður? Og svo algengt, svona andlega vanlíðan, eða finnst manni allavega í umræðinni að sé. Þannig að það má alveg ætla að það væri kannski, bara mjög skynsamlegt að byrja einhvers konar kynningar inn í grunnskólanum, eitthvað, sem sagt. Já. Ég þekki ekki bara nákvæmlega hvernig þetta svona almennt á landsvísu, sko. Það eru sumir sem að hafa orðað svo sterklega að skólinn, sko, svona eins og grunnskólinn, sko, ali á bara líku við eins og sjálfshatri, sko, það sé eitthvað í okkar skólakerfi sem að bara gera það verkum að fleiri upplifa að þeir séu ekki einhvern veginn nógu góðir og fari, já, kannski það einhver svona fullkomnar árátta kannski í sko, kennslukerfinu eða þannig. Já. Heldur þú að það sé líka? Til í því? Já, það má vel vera. Ég er svo sem ekki þannig pælt í því á dýptina, sko. Þú ætlar ekkert alveg að varpa að skömmin yfir á skólakerfi? Nei. Eins og ég segi bara að þetta eru margþættar aðstæður sem koma til að fór sem fór. Og samt bara, það snýst bara það að ég fór að gera óraunhæfar kröfur til sjálfs míns og var svo meðvitaður það. Ímyndið mér óraunverulegar aðstæður sem að bara í dag algjört rugl, hvernig mér datt í huga að leyfa mér þetta, sko. En eins og ég segi, í dag bara svo hvað maður meðvitaður eigin líðan og eiginlega bara komin í rútínu með að fara út fyrir þægindarammann. Og þá eiginlega lífið bara alveg frábært, sko. Það bara svoleiðis. Já. Og þú mælir með svona, þú veist líka að fólk fari til sálfræðinga, tala við fagfólk. Já, mér finnst mjög mikilvægt líka að það komi fram að því að mér líður mjög vel í dag og gengur vel. Að ég er ennþá að hitta sálfræðing í dag og fer alltaf bara miðað við á 6 vikna fresti, bara með fasta rútínu og sem að mér finnst bara alveg frábært, sko. Og þó að
mér líði ekkert illa og ekkert með stóra flækjur á bakvið mig sko, að þá þetta samt bara eitthvað gott aðeins að ræða daginn og veginn og létta á sér sko. Það náttúrulega verið að tala að það þurfi að svona auka sálfræði þjónustu barna út á landi sérstaklega og líka náttúrulega höfuðborginni. Já, ég hef mér tekið eftir því á þessum umræðum sem ég átt út á landi að þetta náttúrulega, fyrsta lagi þetta náttúrulega dýr þjónusta og í öðru lagi hún ekki til staðar og þá þarf að sækja hana líka langa leiðir. Þannig að það svo önnur umræða einmitt sko, þessi pólitíska hlið á þessu varðandi kostnað. Já. Það kemur pólitíkin inn hérna. En þú ætlar bara að vera duglegur að kynna, það bara, ert bara fullt prógram núna í að fylgja bókin eftir og ræða málin. Líka í sumar, þótt að skólanum sé að ljúka. Já, ég veit nú, ég taki mér ekki smá sumarfrí og fari stað aftur í ágúst. En ég svolítið bara að skipuleggja mig frá degi til dags og ég fekk nú spurningu einmitt bara þegar ég var að fara á stað, þú veist, hvernig skipuleggur maður útgáfuhóf? Ég hef ekki hugmyndu það. Ég bara fór á stað og ég er sem sagt að byggja þetta fyrst og fremst upp á fyrirlesturum. Ég er ekkert mikið að lesa upp á bókinni sem slíkri. Að því rauninni sko, ég klára að skrifa bókina í maí 2023 og það náttúrulega vantar svo náttúrulega allt það sem búið að vera að gerast núna síðan þá sko, sem náttúrulega alveg stórkostlegt tímabil sko. Kallar á aðra bók reynilega. Kallar á aðra bók sko. Og kannski að taka saman einmitt allt sem þú átt eftir að upplifa og hefur nú þegar upplifað þegar þú ert í þessari samræðu út land við fólk. Já, algjörlega. Ertu byrjar að skrifa puntar hjá þér svona? Það eitthvað voða lítið en það kemur. Já. Þetta verður ekki þín síðasta bók en þú ert samt í starfi sem íþrótta og æskulýðsfulltrúi og það svona kannski íþróttið en maður hefur ekki fundist vera beinlínis mikið pláss fyrir tala tilfinningar í íþróttum eða ég skal ekki segja sko en notar þú tækifæri þar svona eins og að fylgjast með líðan og hvetja börn til að ræða eða ungt fólk til að ræða sína tilfinningar? Já, auðvitað ósjálfrátt fer maður í það svolítið að spegla sjálfan sig í svona þegar maður er að vinna með börnum og ungmennum sko. Og og þetta búið að vera líka bara svo það komið fram, ég hugsa að þessi ungmennafélagshreyfing sé það sem kom mér aftur á beinu brautina. Ég er 17 ára gamall, nýhættur í menntaskóla og er beðinn að taka mér þjálfun hjá ungmennafélaginu Kötlu í Vík og síðan þá er ég eiginlega búinn að vera samfleytt í þessu í hvað það eru liðin 8 ár núna í mars síðastliðnum síðan að ég byrjaði í þessu og þetta hefur einhvern veginn bara skapað mín gildi í lífinu, gefið mér margar af mínum bestu minningum og og þarna kannski kom ég inn á þennan vettvang einhvern veginn að mér fannst ég aftur skipta máli einhvern veginn. Fannst að skipta máli hvað ég var að gera og það kannski bara hefur haldið mér svona gangandi og náttúrulega bara síðustu 3 mánuði uppskilið mikið fyrir það sko. Ég fekk einmitt grasrótar viðurkenningu KSÍ núna í febrúar. Já, til hamingju með það. Takk fyrir og hlaut svo starfsmerki UMFÍ á dögunum. Þannig að þetta ég hugsa að ef ég ætti að segja einn tímapunkt sem að hefur svona komið mér á rétta braut að þá var það þegar ég kom inn í íþróttirnar og fór að vinna með börnum og ungmennum sem ég svo búinn að gera í að verða 8 ár núna. En hvað með börn sko, sem eru kannski ekki góð í íþróttum og kannski bara heltast úr lestinni eða er ekki svona afreks sko. Er það ekki svona svolítið áskorun fyrir líðan barna? Jú, ég myndi ætla það. Ég náttúrulega kannski þekki ekki inn á kannski mjög vel þetta stærra umhverfi. Ég náttúrulega kemur litlu samfélagi út á landi og mín hugsjón hefur alltaf verið sú að virkja sem flesta til þáttöku. Og auðvitað er þetta er rosalega mikilvægt að sé alltaf til líka hreyfing fyrir þá sem að ætla sér ekki alla leið sko, sem að vilja vera með og og svona litlum stöðum út á landi að þá held ég að sé einhvern veginn aðstæðuna verði frekar þannig einmitt að við séum að skapa þannig að
það geti allir stunda íþróttir á sínum forsendum sko. Og eins og í mínu tilfelli, ég hef aldrei litið á mig sem besta þjálfaran, heldur snýst þetta bara um félagslega hlutan. Já. Og það snýst það líka, þessi kvíðinn hérna í þessari bók, ég ekki fullkomin. Sigurður Eyjólfur Sigurjónsson var að gefa út þessa bók fyrir hlustendur og áhorfendur sem að detta inn í spjallið og hún bara nýútkomin og er útgáfuhóf í Reykjavík. Já, ég verði í Bæjarlindinni núna í kvöld. Jæja, og Bæjarlindinni hvað? Bæjarlind 14. Bæjarlind 14. Já. Það sem vilja koma og hlusta á þig og samfagna og svo ferðu bara og ert búin að vera með útgáfuhátíðir út á landi einhverjar og heldur áfram. Já, ekki spurning. Þannig að við hvetjum alla að lesa þessa bók þá sem að kljást við kvíða og unga sem aldna. Þetta nú ekkert síður fyrir þá sem eldri eru sko. Já, það einmitt bara gott að bæta því við líka því ég skrifaði náttúrulega bókina með börn og ungmenn í huga en eftir hún kom út að það sem við komum mér mest á óvart það hvað þetta nær til miklu breiðari aldurshóps heldur en gerði ráð fyrir og og mitt margir svona, hvað ég segja, einmitt bara segja mig frá þessu sko. Já. Það náttúrulega bara hlutir sem voru ekkert talað áður fyrr. Nei. Kemur í ljós að það eru mjög margir hugsa ég sem þekkja kvíða. Já, algjörlega. En sumir kannski mitt eins og þú segir, veit ekki að kvíði er kvíði. Héldu að vera eitthvað annað. Það þetta og það það kannski eins og þú segir, það eitthvað valdefling felst í því að átta sig á því að þetta kvíðin ekki eitthvað annað og að það eiga og það ekkert eitthvað hrikalegt sem tengist bara þér heldur þetta algengur fylgikvilli mannskepnunar. Já. Kæra þakki fyrir að koma að rauðaborðinu og segja okkur frá bókinni þinni nýju og til hamingju með hana. Takk fyrir og gangið vel í þinni vegferð og þinni ferð skólakerfið og landið og bara fyrir hönd deila barnanna og okkar og þakka þið fyrir að leggja þá ferð á þig. Takk fyrir, kærlega. Ég þakka hlustendum og áhorfendum fyrir að vera með okkur í þessu spjalli og Pétri Fjellsteð fyrir að varpa spjallinu yfir til ykkar. Ég heiti Oddný Eir og við höldum áfram að ræðum lífið og tilveruna við rauðaborðið eftir smá stund, förum í frímínútur. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834.